Að gefa gjöf getur verið ánægilegt bæði fyrir þann sem gefur og fyrir þann sem tekur á móti. Fyrir nokkru síðan hitti ég unga stúlku sem sagði mér hvernig áhrif viss gjöf úr æsku hafði á hana. Gjöfin sem hún þáði var ekki pökkuð inn í pappír, heldur inn í orð. Já, hugulsum orð sem voru sem gjöf til hennar. Hún sagði mér, þessi stúlka, hvernig hún hafði sem barn haft miklar áhyggjur af vexti sínum þar sem hún óx hægar en jafnaldrar sínir og var lág í vexti. Eitt sinn þegar hún í læknisheimsókn þá talar hún áhyggjur sínar við hjúkrunarkonuna sem svaraði henni og sagði: bestu gjafirnar koma í litlum pakningum. Þessi orð urðu sem líflína fyrir þessa ungu stúlku og mikill styrkur fyrir sjálfstraust hennar. Einnig síðar meir þegar hún sjálf ákvað að leggja fyrir sig hjúkrunarnám og vinna við hjúkrun. Í dag starfar hún sjálf með ungum börnum á spítala. Við getum gefið margar gjafir, kæru vinir, en íhugum í dag gjöf sem við öll höfum efni á og það eru uppörvandi orð til annara. Við munum líka öll kunna vel að meta að fá slíka gjöf. Guð blessi þig.